Já, kærar þakkir Helga og það mér mikil ánægja og heiður að fá að segja frá ferð okkar félaganna sumarið 72 svona eftir því sem mitt svínsminni leyfir. Þetta er nú 44 ár í sumar síðan við fórum þetta. Sem betur fer eru til einar 7 morgunblaðsgreinar sem ég skrifaði. Þannig að maður getur svo sem vitnað í það, en það er náttúrulega bara opinbera sagan sem fór í mokkan. Kannski allt annar handleggur. En svona mestu leyti er þetta nú rétt frásagt í morgunblaðinu. Nú ég ætla nú að kynna okkur til sögunar. Við erum hér 4 staddir hér í salnum. Get ég ekki bent með, hérna, þetta er nú hann Torfi. Sem var aðal ljósmyndarinn hjá okkur, Torfi Haraldsson, og síðan höfum við hér næstan sjálfan látraprinsinn, Gauja á látrum, Guðjón Jónsson. Nú hér er Ólafur Kristinn Tryggvason, hann er nú ekki hér staddur og við sendum honum góðar kveðjur í erfiðum veikindum. Síðan höfum við hann Sigurvin Marino Sigurvinsson, Sigursteinsson allir að segja, Mara Pípara og loks er það sá sem hér sprokar. Þarna erum við sem sagt að leggja af stað. Þetta eru myndir, nokkrar hér prýðilega myndir eftir Sigurgeir okkar og þarna þetta er kvöldmatarleitið og við erum að tína drasli og leiklega búnir að tína flesta draslið í bátana og erum svona að leggja í hann. Það er svolítið merkilegt við þetta, við erum að reyna að rifja hvernig í fjárunum okkur datt þetta í hug að fara að þvælast, skælast í kringu landi bara rétt sér svona, og við eiginlega munum það ekki nákvæmlega hvernig það kom til. Líklega var það nú vegna þess að Mari og Gauji áttu töðrur og við höfum svona verið að þvælast hér á milli eyjanna, jafnvel farið upp í sand, og svo kom þessi hugmynd einhvern veginn upp. Ég hreinlega man ekki hvernig hún kom til, og það er svolítið merkilegt og kannski sýnir annan tíma, aðra kynslóð. Ég meina, við Mari vorum 19 ára og þeir hinir rétt rúmlega 20. Það var ekkert verið að tala við pappa og mömmu það hvort við mættum fara með það, bara tilkynnt, já, við erum að fara bara í kvöld og við látum svo bara í okkur heyra, sem var nú heldur lítið. Við vorum með að reyna að rifja þau hvort við vorum nokkuð að hringja heim. Við hefum sjálfsagt gert það. Ég hef beðið Mari að skila kveðju til móður minnar, býst ég við. Óli Kristni var að gera grína Mara, hann var að reyna að hringja einhvers staðar. Ekkert að láta vita af okkur, það þarf ekkert. Þannig að það var ekki þessi nánu tengsl eins og kannski kynslóði núna. Við náttúrulega erum kannski af annarri kynslóð, vorum farnir að vinna, það var verið að senda mann í sveit 9 ára og þar fram til göttunum, þannig að naflastrengurinn var kannski slitinn. Þannig að við fórum á stað á fáránlegum tíma, við Mari vorum að tala um það í gærkvöld, við leggjum á stað kvöldmatinn, siglum alla nóttin í staðin fyrir að fara morgni dags og geta þá sofið yfir nóttina, það væri konulegur enda. Býtum við, hvernig virkar þetta svo, Helga? Ég er að reyna að fletta. Já. Hérna er líka hægt að fletta. Já, hérna, það er ekki. Svona. Já, ok. Hérna erum við langar aðeins að staldra við þessar myndir, það er svolítið gaman að þeim sem Sigurgeir hefur tekið. Hérna eru ýmsir merkir menn, meðal annars nokkrir hér staddir í salnum, jável. Við sjáum til að mynda, ég regna eiginlega fyrst augun hérna í Gretar, Gresa Grunk eins og hann var nú kallaður í okkar hópi, farinn blessaður, og Rútur hérna í Haraldarbúð, og hérna er Tóti Rafvirki, sýnist mér, Kristján Ólafs hérna, Eiríkur er hérna, og fleiri góðum. Er þetta ekki hann Sveit, hérna er ekki Sveit, eða Valdimar, hvort hérna Sveit eða Valdimar? Sveit Magnússon, þá manni myndi ég, og síðan er Bjartmar hérna, séðan Raggi Ingo, Siggi og hann hérna Borgþórsson, hvað heitir hérna? Gústi, alveg rétt. Það er svolítið gaman aðeins að hingra við þessar myndir og ég meina við vorum ekkert að setja tilkynningu í fréttir það Eyjapeyjar væri að leggja í hann.
heldur bara virðist sagan hafa flogið bæinn og menn svona komu niður á bryggju. Það vantar enda kvenfólk hérna, ég sé ekki einustu stelpuða konu, þeir hafa ekki haft mikinn á þessu. En hérna eru menn að velta vöngum yfir. Hérna Óli Magg til að mynda, Ólafur Magnússon. Og hérna Hermann Jónsson. Hérna hann listamaður, hvað hérna hann? Steinfjörður STT Hálsíður. Nákvæmlega, og fleiri merkir menn, sko. Jói á krananum, var það ekki kallað það? Já, svona þetta rifjast upp fyrir manni. Þess vegna, og hér til að mynda Hannes heitinn Óskarsson. Þarna hann, líklega 13 ára, var hann ekki 23 ára, 22 ára, þegar hann fórst við björgun togarans. Hann hérna. Þannig að ég hef svolítið gaman að því, hérna Einar Hallgrímsson og svo sést svo sem hérna fiskvinnslustöðin, það seinast ríka, og menn hérna eru við semst að leggja í hann og þannig leggjum við að stað og Sigur gerir stokkin út á Hafnargarð að taka okkur myndir og þannig klukkan 7:30 eða þar bil að kveldi 14. júní 1972 þegar við leggjum í hann. Gaman að sjá þessar myndir, við veifum hérna, borubrattir og hérna, þessi er skemmtileg og svo önnur hérna þar sem við hverfum eiginlega út í buskan, sko. Siglum í austur átt, það var hérna, ég ætla hann ekki að hoppa sig að, hvað var það alltileg? Það var svona suðvestan kaldi og góður lens og talsverð alda og við vorum komnir, eftir svona Eyjarhurfu eftir 2 tíma. Það er bil og þá vorum við líklega komin langleiðin vestur á Ingólfshöfða og undan Vík voru þeir einmitt eyjabátar, Gullborgin, og við fórum þar borð og fengum kaffi hjá köllunum og héldum síðan áfram og þetta tók, svo ég fari nú hratt yfir sögu, það tók okkur 14 tíma að komast til Hafnar, komum þar undir morgun inn í ósinn og alveg hérna upp að Hótel Höfn og þið sjáu að við erum orðnir svolítið svona lerkaðir hérna. Niður lútir, ekki satt, heldur niður lútir. Ég man nú ekkert hvernig veðrið var, það var sjálfsagt heldur kalt og hérna Hótel Höfn og við fórum þar inn, fengum þar eitthvað snarl handa okkur en við vorum allir sofnaðir á stólunum þegar það var borið fram. Ég er svona að gamni aðeins að rifja upp, sko, þetta er svo allt annað samfélag sem var þarna fyrir 44-45 árum. Það var ekki allir sítengdir og þar fram til göttunum, en það var bara ein sjónvarpsrás og frí á 50 dögum eins og við munið og blöðin, ég ætlaði nú ekki að hoppa yfir í tíman alveg strax, og blöðin kannski helsti fjölmiðillinn, eða fjölmiðlarnir, og þar var Mogginn, hann kom nú inn á eiginlega hvert heimili í landinu og þetta er forsíðan 14. júní 72, þið sjáu hvað er að gerast í heiminum, það eru Norður-Víetnamar skjóta á hóp flóttamanna, segir Mogginn sem líkur aldrei, og loftbarda við Sínai og annar ungum maður brennir sitt í bana og þar fram til göttunum. Þannig að þetta er það samfélag sem við erum að hrærast í á þessum tíma og þetta er svolítið skemmtilegt, þetta er 15. júní, þannig eru bara 7 eyjapeyjar með forsíðuna hjá Framsóknarflokknum. Það eru við 5 á gúmbátnum og svo eru þeir hérna Helga synir, Arþór og Gísli að taka stúdentspróf og þótti það lítið afrek, eða ekkert. Það er skemmtilegt og aðeins svona hvað skildi hafa verið í bíó þessa dagana. Það var náttúrulega aðalmyndin, það var Mars, eins og þið sjáið. En í Þjóðleikhúsinu er verið að sýna til að mynda söngleikin Oklahoma og sjálfstæðsfólk, þannig að það er margt að gerast í menningarlífinu líka. Og eins og ég segi, en aðalfrétt sumarsins var náttúrulega þessi, skák einvígið á milli Fishers og Spassky's, ekki satt. Og Fischer þarna kemur loksins, hann stenst ekki fríunarorðin, þetta myndum við nú ekki sagt á í fjölmiðli núna, menn hefðu sagt, já, hann stóðst ekki challenge, eða ekki, eða eitthvað nýjulegt. Já, hérna fletti ég vist.
og við sem sagði að ég skrifaði heilar 7 greinar þetta, þessa ferð okkar. Árni Jónsson var okkar inn í mokkan. Mokkin fékk þannig, ég finn að hugsa þetta, fékk þetta 7 fínar greinar, þó ég segi sjálf frá, ókeypis. Ég bauð okkur reyndar í nöstið, en hérna í staðinn. En þetta var til þess, eins og ég segi, að Morgunblaðið vann og helsti fjölmiðlinn fyrir utan útvarp og sjónvarp, að þetta verður til þess að við verðum eiginlega frægir. Að það farið að bíða eftir okkur á bryggjunni og það safnast fólk á bryggjunni þegar við mætum og allstaðar, og það er eiginlega minnisstæðast að það er fólki sem við hittum, hvernig það tekur okkur opnum örmum allt saman. Ég held að við einu sinni þurfti að borga fyrir gistingu og einu sinni fyrir fisk á leiðinni. Við minnum það, allstaðar kaffi og gisting gengið, við fengum skólastofur og stafstofur og alls konar stofur til að liggja í og fólk tók allstaðar á móti okkur, þannig að ferðin vakti mikla athygli að þessu leitinu. Og ég sem sagt hripaði niður með penna og á blað þessar greinar og sendi síðan í pósti eða með flugi til Árna. Hann svona aðeins fiffaði þær til, það er einstaka setning svona árnaleg í greinunum, alveg greinilega eitthvað Suðureyja steðjan og stelpurnar og eitthvað svona sem ég hafði ekki ritað, en hann ritstýrði þessu svo sem fyrir okkur og allar undir fyrirsagnir við myndir eru hans verk. En þarna er ég í barnaskólanum, held ég, á Breiðdalsvík, getur það ekki verið? Jú, við gistum þar að skrifa einmitt. Og ég sé í greinu það ég hef komist í flugstundum, þannig að þetta komst svona tiltölulega fljótt í fréttirnar. En eins og ég segi, mannfólki sem við hittum á leiðinni er nú það sem eiginlega stendur upp úr fyrir utan svona sjóævintýri sem við lentum í. Hvað þetta er breyttur heimur, við Mari vorum einmitt að ræða það í gærkvöld, hvað þetta er, við náum eiginlega svona í endan á þessu tímabili áður en allt fyrir á stað. Þetta er hann Gústi og systir hans sem ég veit nú ekki hvað hét. Hét hún Sigurður? Já, gott að hafa svona minniskubba með. Gústi Pappi. Sem að við vorum þarna nokkra daga í Horni á Höfn og fórum síðan í Pappi og austur með sosum og norðum með og tókum hús á þeim og fengum kaffi og svona og þar hafði einmitt Kristján Eldjárn sem þá var orðinn forseti verið að grafa upp eitthvað að leita eftir pöpum og ég man að ég hef skrifað í mokkan að við fórum og skoðum umrótið eftir forsetan og eins þessi merku hjón, þetta er Vilhjálmur Hjálmarsson, nýlátin kallinn, hann vantaði ekki nema 2 mánuði í 100 árin og eiginkona hans, Anna Margrét, við komum við þarna á Brekku í Mjóafirði af því að pappi Gauja, Jón Lóðs, hafði verið þar í sveit. Svo við lentum þar og gengum upp slægjuna, við gengum í halarófi, svo við bældum ekki slægjuna, snati á eftir okkur og knúðum það dyra og Gauji segi, þekktu þau ekki að Jón Lóðs? Þekktu ekki að Jón Lóðs? Og þar var náttúrulega mikið og vel tekið á mót okkur, miklum höfðing brag og mér minnist að hérna nú hoppa ég ræði ekkert við þess að tölvunar Helgu mér minnist að þessi maður, Páll Vilhjálmsson sem var hreppstjóri eða oddviti þarna í 82 ára þarna og þeir voru þarna bræðurnir 2 upp á loftinu og þá Hjálmar bróðir hans hann var hálf blindu kallið var það ekki jú, minni það já, en þessi var afskaplega viðræðu, góður og skemmtilegur kall og mikið 1000 þjala smiður ég man að það segir eitthvað ég veit í greinarna mínar segir eitthvað, já ég hef nú oft farið fram hjá eyjum en ég hef nú aldrei farið í land ég kunni ekki við að láta slaka mér og hann í minni bát eins og öðrum pakka eða eitthvað því litt þannig minnistæður og þeir voru fleiri ég ætla svona aðeins að skoða mannlega landslagið hérna erum við peyjarnir þetta hefur hann tekið hann þingmaður sjálfur sko af okkur og þeir eru við með húsfrúnni Margréti
fínir í lopapeysunum, strákarnir, og vel hærðir. Þeir eru þannig sumir enn. Þetta mun vera á Bakkafirði, við sem sagt fórum þarna norður yfir og þetta er einhver spjall, ég man ekkert hvað þetta fjallaði, kannski ekki neitt, þetta var bara fín mynd af okkur þarna að spjalla. Þarna gistum við lentum stundum í brælu og það var landlega hjá okkur, oftar en ekki, og kannski ekki beinlið brælu vegna, það gæti verið öðrum ástæðum, en þarna hjálpuðu köllunum að taka upp trillurnar, það var að bræla í spánum og þær voru bara dregnar upp og þessir menn til að mynda eru mér mjög minnisstæðir líka, þessi tveir. Þetta er Alfreð Jónsson sem var hreppstjóri í Grímsey, kom niður á bryggjurna og hringdi svo já, þetta var hringt, var það ekki, Amy konuna, herru, ég koma hérna með 5 menn í gistingu, það var ekkert mál. Og þetta er hann Sæmundur hétan, Fischer þá, var ekki bróðir Villa Fischers? Sæmundur Traustason, minniskubbinn. Hann var þarna landakallinn og hann var svo handstór, svo ég vitni sjálf mig að puttarnir á honum voru svo sverir að túkall gat dotti í gegnum giftingarhringin á þess að koma við. Þið muni eftir túkallinum. Það er allt minnisstæðar persónur. Þessi setti svip sín á samfélagið í Grímsey einmitt. Guddi, við höfum fleiri myndir á hana þar sem hann að fá sér í nefi kallinn og birtust í mokkanum. Allt eru þetta myndir sem minniskuppin minn tók. Torfi okkar. Og hér við fengum að sjálfsögðu bréf upp á það að við höfum farið norður fyrir Heimskautsbaug. Þetta er sem sagt 27. júní 72 sem Torfi fær þetta og við eigum allir svona einhver staðar niður í skjóðum eða kannski komið í glattkistuna hjá einhverjum en sem sagt eftirminnilegir menn. Sömuleiðis þessi, svo ég tala enn mannfólkið, þarna erum við í Flatey, Skjálfanda, þarna er Gunnar Guðmundsson. Við höfum gist á Húsavík og dóluðum svo út í Flatey, fenguð hamar þar að tína dún og gaf okkur kaffi og með því á stéttinni og síðan fengum við í nesti, var ekki full fata af kríueggjum og við snöruðum þar borð í bát og báðum kokkin að sjóða þau fyrir okkur. Var það í Grímsey eða var það í Flatey? Flatey. Það var í Flatey, já, það lá þar einhver bátur sem ég man nú ekki hvað hét. Ákvæmlega. Það er ekki verið vinnana við. Þess vegna vildi ég að hafa þetta fyrsta bekk. Og þessir merkismenn líka náttúrulega á Látrum. Þetta er Þórður Jónsson sem varð frægur fyrir björgunarafrækið 1947, er það ekki, Torfi? Ég held það. Ég sló þessu upp, ég googlaði þetta, ég verði að kynna það. Þeir eru máarnir þarna og Ásgeir Erlendsson. Þannig erum við mættir hjá þeim. Þeir skipta okkur á milli sín, þessum 5 eins bróðurlega, og það er hægt að skipta 5 á milli sín. Þannig ég man ekki hvað. Gistum við hjá Þórði, Mari? Nei. Það fórum bara í kaffi. Það láta Torfa halda þetta, það ræði hérna. En hann átti þess að forláta byssu, haglabyssu, Ásgeir. Ég sló upp, við vorum að ræða þetta í gær við Torfi, byssa númer 4. Já, byssa númer 4 og hlaupið er 110 centimetrar og hún vó 10 kíló. Og hann sagði, já, var allt í lagi skjótinni 2 svar, en ef maður skaut 3 svar þá fekk maður marblett hérna á aflvöðvan. Og hérna er kappinn með byssuna og ég bendi sérstaklega á fótabúnaðinn sem ég finnst alveg dæmigeru fyrir svona ekta sveitamann á 8. áratug síðustu aldar og ég vil fyrr á gúmiskóm og með ullarlistana girtaði fyrir brækur. Þessi kallar voru aðeins yngri en við þegar við hittum þá. Þeir voru bara 60. Segðan frá Seldum.
Já, sömulega þegar skaut, hann var í svo miklu návíi, var það ekki við selinn og skautan að... Hann skaut einu sinni sel á innan við 20 metra færi og hann rankaði við sig við þegar hundurinn var að sleikja hann í fram. Alveg, Þið heyrðu þetta, alveg aftur ég var ekki. Já. Þetta voru menn sem settu svip sín á mannlífi og þessa ferð okkar. Mér finnst þetta einhvern veginn standa upp úr í ferðinni. Og svo var hann Jón Gunnar Súmari sem tók á mót okkur og opnum örmum í Flatey þegar við komum þangað. Var þarna með blóm í hári og tók virkilega, þið vitið náttúrulega höfundur sólarfarsins. Og hann Torfi rifjaði það mitt upp við mig að hann sendi okkur skeyti, hann sendir þér þá þetta skeyti, Torfi, það ekki? Það var búin til 5. Já, voru búin til 5. Já, voðalega maður orðin, já. En þannig sendir hann okkur skeyti, sko, til Lukkupeyjar, þetta þegar við erum búnir að loka hringnum. Sjá. Og síðan náttúrulega vorum við í landi, komum í landi, þetta mun vera á Seyðisfirði, eða ekki? Já, Seyðisfirði. Þetta partí á Seyðisfirði. Við lentum stundum í partíum, við vorum ekkert að flýta okkur svo sem, þetta tók okkur 32 daga að fara í kringu landið. Það var líka landlegur og við lentum í vélarbilun og fórum inn á Akureyri, leigðum þar bíl, fórum á Mývatn, lentum á sveitaböllum, fórum í Skagafjörðin að hlusta á trúbrot og svona, þannig að við lifðum okkar lífi í landi líka, það er ekki það. Já, höldum aðeins áfram. Og eins og ég segi, það var allstaðar eiginlega beðið eftir okkur á bryggjunum og jafnvel flautað og ég held að vera Ólafsfirði þar sem bílandist og bíp og allir kvödd okkur þegar við sigldum á stað og svona, þannig að við vorum orðnir svona þjóðhetjur sem við leiti, sem var skaplega skemmtilegt, en eins og ég segi þetta kom fram í þessari miklu gestrisni sem við nutum allstaðar. Og þess að fylgja með, þessi er áður við förum, þannig eru þeir að hnýta hnútana, Ólarnir, Óli Grens og Óli Kristinn, og svo má segja að Mangi Krumm og Ingólfur Skúli T segi stingi saman nefjum bókstaflega, þeir voru báði vel nefjaðir. Mátti til með að hafa þá með og síðan sem segi við siglum í kringum landið og auðvitað heilluðarsmaður að þessu landið, þannig erum við á Sandey með skrúðin, það ekki, Andey heitir hún, já, Andey með skrúðin hérna í baksín. Þarna vorum við eitthvað að skoða mávaunga, eitthvað fórum þarna í land. Ég man nú eiginlega ekki út af hverju, þetta var bara til þess að fara í land. Og þetta mun vera Hafnfirðingur, hérna þessi dallur, lá þarna í Mjóafirði. Við sigldum fram á alls konar svona skipshræ, togara, hálsofna togara við Ísafjörð og allra handa skip fyrir utan að það að sigla, eins og ég segi í greininni, fyrir fyrirnælda glugga síldarævintýrisins fyrir austan. Þessi bátur var notaður til þess að flytja síldarúrgang milli fjarða. Þannig er við, ég held að þetta sé ég og Mari hérna að klifra upp. Og þetta er enn þarna á Bakkafirði. Við höfðum, þetta var náttúrulega bass líka á okkur, þetta dauðþreyttir stundum eins og þarna erum við, ég held að það verið lemjandi rigning á móti og það vesti að var svona eitthvað tipplandi, þá hjuggu bátarnir svo mikið og gátum ekkert kyrt. Og þannig erum við magnaðila, við liggjum hérna ráfið á bryggjunni eða sitjum hér á pollunum, en fengur síðan inni náttúrulega og það var afskaplega vel á móti okkur tekið. Og síðan erum við komnir norður fyrir og erum nú farnir að sigla í vestur átt, komnir fyrir Langanes. Þarna sé ég minni grein að Óli Kristinn mun hafa dregið upp riffil. Við vorum þá með riffil í ferð, skaut þarna 5 svartfugla okkur til matar. Við fengum að matreiða síðan einhvers staðar. Og þarna er komið lens, þarna vestur með, en við vorum lengi
að fara. Við höfðum verið á Raufarhöfn líka og ég heldum við siglt frá Raufarhöfn og alla leið til Húsavíkur, er það ekki rétt, Torfi? Manstu það? Það var langt, ég man að við ætlum aldrei að komast til Húsavíkur og heldum alltaf að vera í næsta vík, en náðum þangað loksins og þar fékk ég þetta faratæki til að flytja dótið okkar. Við fengum þarna inni, svo við sjáum að þetta komst í Morgunblaðið, eins og ég sagði. En það sem, svo ég gerir nú langa sögu stutta, tíminn líður, það sem mér finnst nú sterkast í minningunni fyrir utan mannfólki, það þegar við fórum fyrir Horn, þegar við sigldum á Hornstrandir, fórum fyrir Horn, týndumst, það var aftur að fara að leita að okkur, það var komið alveg að því að það átti að fara að leita að okkur, og þegar við siglum þarna frá Hrauni á Skaga, þetta var að koma, og vestur með og í þoku og yfir Húnaflóa, það sást ekki til lands í svarta þoka, algjört brjálaði, og ég held að Gauja, já við siglum þetta bara eftir öldunni per og alveg í svarta þoku, það sást ekki neitt, ekki einu sinni til sólar. Ég fer með að hugsa þetta eftir að við farið eitthvað til hægri, þá lendum við bara norður í Ballarhafi, erum við náttúrulega bensínlausir, en við siglum beint yfir á Norðurfjörð, þangað sem við ætluðum, það er bara beint strik. Það er eins og segið, það er ófegum ekki hel komið, það er. Voruð ekki með neina talstöð? Nei, við vorum ekki með neina talstöð, við sigldum eftir vegakorti. Nei, við vorum ekki með neina talstöð neitt, sko, sem er náttúrulega alveg fáránlegt. Þannig þið gafðu að láta vita af ykkur á neitt hátt? Ekki þegar við vorum svo sem ekkert langt út á sjó, við vorum reyndur nú alltaf að hafa landsýn, sko, en þarna fórum við Húnaflóan og beint yfir og fengum snarl hjá kaupfélagsstjóranum og héldum svo áfram og ætlum að komast alla leið á Ísafjörð. Og það er mér mjög minnistætt þegar við komum þarna norður með ströndum og erum eiginlega að fara fyrir Horn. Aldan, undiraldan, ég hef aldrei séð aðra aðeins öldur, það er ekki það bryti, ég heldur þetta voru risa öldur, við bara sigldum upp fjöll og niður í dali. Það er minnst út í minningunni þannig, og svarta þoka og rigning og kalt og leiðinlegt, þannig að við tókum það ráð að fara þann inn í Hottvík, sem er hérna. Mari var að segja mér í gær, sko, það var farið að eiginlega hálfpartin grænslast fyrir okkur og það var einhver bátur sem lónaði eitthvað eftir okkur, sá okkur fara þann inn, eða sá bátana upp í fjöru og lét vita að það væri alltaf í lagi með okkur. En við vissum ekkert það og við komum þarna, lendum þarna, Mari lendir í sjónum þegar við erum að lenda, við fyrir alveg á Bólakaf og þarna eru nokkur hús og mjög undarleg aðkoma og þetta er voðalega eitthvað fráslægilegt. Það er þessi kofi, þannig stendur bara standa dyr opnar og það er matur eiginlega á borðunum, matarleifar, eins og maðurinn hefði bara rétt skroppið út á kamari eða út í læk eða eitthvað staðar. En það var enga mann að sjá og við fórum þannig inn og ég held að við geta kynnt upp og þurrkað okkur og svona jafna okkur erum þarna nóttina og siglum síðan suðu með og sjáu þetta er Mari að bera eitthvað, þetta er komin hérna sem við vorum í. Þarna var ekki sála að sjá, sko, og náum síðan til Ísafjarðar og það er þegar við komum til Ísafjarðar þá fréttum við þetta við okkar hafi verið saknað eiginlega og þá erum við settir inn í tilkynningarskylduna, fáum talstöð og við þurfum að láta vita Reykjavíkur radio einu sinni á sólarhring hvar við værum staddir og hérna er Óli líklega í heimahöfn, sko, að senda komnir í heimahöfn, hringnum lokað eða eitthvað þegar litt. Og hérna erum við Mari á sigla suðu með hvernig frá Ísafirði eða út úr Ísafirði. Við komum við á ýmsum stöðum alls það fengum við nú góða viðtökur eins og hér borði var þetta ekki Týr eða Þór? Týr. Já, Guðmundi Kennistef. Við flýðum nú fljótlega frá borði, við vorum hálf sjóveikir það valt svolítið það lágum en sögðu með fórum við og síðan gerðist þetta fyrir norðanland að það kom smá bilun upp hjá Mara eða bleita þannig að mótorinn bilaði, við höfum að láta draga okkur í land frá Grímsey
með mótorinn og þurrkaða þá meðan við fórum á Skrallein og Akureyri og Mývatn og svona. En síðan bílar þetta hjá okkur á illilega þarna rétt ókomnir í Flatey, þá fer krúntappinn, sem ég veit ekki enn þann dag í dag hvað reyndar. Það er ekki gauði. Fór krúntappinn. Þannig að við reyndum ýmis ráð, við reyndum að taka hann í tog og allra handa kústir gerðum það reyndar einhvers staðar. Þið sjáuð þetta eru skemmtilegar öldur. Fór ég einum og langt. Sjáuð, við erum alveg soknir hér í sæ. Þetta erum við Mari hérna með bátinn í togi. Og við reyndum meira að segja að setja hann framan á. Þetta mun hafa verið í Ólafsvík og vorum á leiðin til Grundarfjörð, eða á Grundarfjörð. Svo var tekið það ráð að lokum að setja hann bara upp í flutningabíl og láta flytja hann til Reykjavík. Við fengum reyndar lánaðan mótor, ykkur 5 hestöfl, það var nú bara hrærivél sko. Gekk ekkert. Þannig að við tókum það ráð bara að fara ein skipa frá þarna norðanverðu Snæfellsnesinu, fórum fyrir Snæfellsnesi, urðum að lenda í Dritvík, leiðinda veður. Við vorum þar með heila nótt, fórum þar inn í skýli frá Slysavarnafélaginu og þar var svona leiðinleg aðkoma. Þar höfðu einhverjir góðir menn farið inn og tekið upp matinn og skemmt sko fyrir. Ég held að við höfum látið vita af þessu, var það ekki Mari? Hvernig, við borðum bara súkkulaði. En kveiktum upp í kaffissunni og gátum. Og síðan siglum við sko þarna, nú fer ég einum og fljótt yfir. Siglum við þarna Faxaflóan, það er mjög minnistætt þegar við sigldum Faxaflóan fyrir utan að koma þar við, reyndar. Fór ég ólátt. Þá er svona suðvestan leiðindi, við sáum eitthvað togari fjarlægð með ljósin uppi, við sáum þó rétt, þóttust sjá Akrafjallið, tökum þetta bara strákar, þetta er Akrafjallið, við ætlum til Akranes, þá var það eitthvað allt annað fjall náttúrulega. Þannig að við lendum upp á Mýrum í raun og þar komumst þar illan leik í gegnum þar og heldum að við séum einhverju nesi þar, síðan kom í ljós að þetta var Hjörsey. Þar voru 2 hús, stóð bíll við annað húsið og við þorðum ekki þetta klukkan var 5 morgunin, við þorðum ekkert þar inn, alveg gegn kaldir. Svo var annað hús sem stóð autt, en samt var eins og það hefði fólk verið í því. Mari var eftir að segja mér í gærkvöld að ábúandinn hefði verið færður á burt í spennitreyju daginn áður eitthvað þvílegt, ég man nú ekkert eftir því. Og ég man ekki hvort við þurftum að brjóta okkur leið inn eða var opið strókar. Við komum bara inn börðina, það var hespa við utan. Já, það var bara hespa, já. Þannig að við urðum bara að fara þar inn og hreiðra okkur á gólfinu þar og þar var mikið bækur og við urðum reyndar, það var landlega þar hjá okkur. Laxnes mann ég nefni í greininni, þannig að það fór ekki illa okkur, við vorum ekki að skemma neitt en náðum upp á okkur hita og náðum svo loks til Akranes. Það ekki að verið á öðrum degi og síðan áfram einskipa til Reykjavíkur, svo ég stytti þetta nú. Þar tekur umbinn okkar við okkur og að móta okkur. Hér erum við, þetta er mynd annarkvort frá Árna sjálfum eða einhverjum ljósmyndara Morgunblaðsins þegar við erum að renna þarna að í Reykjavík á Litla Dói. Það er eiginlega bara bensín borð fyrir utan okkur sko. Og þar tekur hann á mót okkur með blómum. Nei, reyndar ekki, þetta er daginn eftir nei, ekki alveg daginn eftir. Við erum eitthvað að dandalast með honum, hittum Ása í bæ og svona út á suður og svo kemur upp önnur hugmynd, heyrðu, förum bara að heilsum upp á forsetahjónin. Óli Kristinn, þú gefur henni blóm. Og við gerum það, við siglum úr Reykjavíkurhöfn þarna, daginn sem við ætlum að komast út í Eyjar. Komum við á Bessastöðum og Óli með blómin í fanginu, bönkum bara og það kemur einhver þjónustustúlka til dyra og forsetafrúin heima segir Óli og já,
andartak og þá komu þau bæði hjónin fram í dyr og buðu okkur inn í stofu og það sem meira að þau sátu og spjölluðu við okkur í 2 tíma bara daginn og veginn og við fengum kaffi og síðan fylgir Kristján okkur út á hlað og kveður okkur með virtum alveg einstakt hjá kallinum og þá sagði ég, þá segir hann einmitt við mig, já, ég var nú að lesa greinarnar þarna, ég svona kímdi nú þegar ég sá umrótið eftir forsetan. Það var afskaplega skemmtilegt og sýnir einmitt þennan tíma. Nú við siglum sem sagt vestur með Reykjanesi, við fáum okkur pilsur í Sandgerði, komum við í Grindavík til að fá bensín og erum með nýjan lánsmótor frá Merkur í umboðinu, ágætis Rock. Það kom reyndar í ljós að hann eyddi svo miklu fannst okkur og þá hafði einhver leiðsla bilað að lag út bensín, við tókum eftir því í Þorlákshöfn, eða ég held að það væri Þorlákshöfn, það var eitthvað ljós upp í landi og við töldum það öruggt að væri Þorlákshöfn, enda með landakortið og siglum áfram og það svona frekar dimmt, svo hilli nú upp í reynda við sjáum Eyjafjallajökul birtast en ekki Eyjar, fyrr en að við sjáum ljósið á Stórhöfða og svo birtast þær, blessaðar og við tökum það að við erum náttúrulega svona á nútíma íslensku PR-menn sko, við erum það mikið áráðusmenn að við vildum ekki vera að koma kvöldi dags eða miðja nótt inn í Vestmannaeyjar, við komum með þetta í hádeginu strákar og þá förum við, tökum bara hús á því þarna í Hrauney og það gerum við, förum og hittum Óla Grens og Kela og ég nú engin fjallamæður þannig ég var eiginlega hífður þarna upp eins og Guðrúnar kartöflupóki en við fórum við en svo gerir og erum fáum þarna áveistu og fleira hjá þeim og gistum þarna nóttina en svo gerist það að við sofum eiginlega á partinn yfir okkur við vaknum ekkert fyrir 11:30 þannig að við komum á seint inn í Vestmannaeyjahöfn það voru allir farnir að bryggjinu nema þeir allra hörðustu Sigurgeir var enn og einhverju fleiri Raggi bróðir Gauja einhverju fleiri allt kvenfólki farið og hérna komum við siglandi sko og þetta eru myndir Sigurgeir brunandi hérna inn á fullri ferð eins og vera ber sjáu þið þetta eru flottar myndir og leggjum hér að koma þeir og hér er spottinn í land sko og þeir sjáu það er eiginlega bara Raggi og einhverju peyjalingar allt fjörið en við fengum samt blóm frá Imbu Jónsson já, þá slæði bara botnin í þetta svona stikla á stórum ef það er eitthvað brennandi spurningar þá var ég alveg til í þær hvað segið þið? Hvað var erfiðast í spottin? Hvað var erfiðast í spottin? Hvað haldið þið? Fyrir Hotn held ég já og Faxaflóin þegar við vorum einskipað það var anskotið nöturlegt já við erum lengi það var engin ferð á okkur og leiðinda veður svona skíta kuldi það var líka okkur var nú oft líka kalt svona og var það í raun sko og við munið ekkert já að því við fengum lánsmótorinn já en þetta er náttúrulega ógleymanlegt þó maður sé búin að gleyma mjög miklu torfi manni þetta en eins og ég segi þetta var annað samfélag, annað þjóðfélag og já þetta brjálaði í raun að vera að þessu á svona tveimur bátum og illa búnir öllu liti Þið vissu allan tíma farið fór já við vissum að það var svona land þarna á vinstri hönd hvaða hét beinli það var en ekki yfir Húnaflóa þannig við sáum ekkert við fórum þvert yfir, við nefndum ekki að fara inn í Hrútafjörð og taka alla firðina það er náttúrulega alveg þannig að hérna jú við fengum reyndar 8 vita Fengum 8 vita á Bakkafirði við fengum að hann var hon í Sverðbóka og snerist í hringi já var hon í Sverðbóka og snerist í hringi já var það ekki Ásgeir þarna á Látur hann var alveg gáttaður við skildum ekki verið með brennivínstón með okkur gæti orðið kalt á sjó en sem sagt ég slæ botnin í þetta menn þurfa að fara að hlaupa í vinnu líka og þakka ykkur fyrir frábæri mætingu og gott ljóð
og 1000 þakkir bara.